Lamb í rösti kartöfluhjúp af lambakjöt.is. Ég nota lambafilé. Það hægt náttúrulega að fá það á hryggnum, þá hreinsið það af hryggnum, hreinsið það af fitu og svo getið þið nota beinin til þess að búa til mjög góða sósu. Það eru frábærar uppskriftir af lambakjöt.is. Hitum pönnuna fyrst vel. Svo notum við vel af olíu á hana. Setjum salt á pönnuna. Tökum eina stóra kartöflu og söxum hann í strimla. Tökum kartöfluna, búum til svona lítinn bolta og kreistum út safann og sterkjuna. Þá verða þær stökkari og líka miklu hollari. Steikjum við röstikartöfluna mjög vel. Finnum að verða alveg orðnar dökkara neðan og halda sér vel saman. Býr til svona eins konar pönnuköku. Kakan er tilbúin á pönnunni, þá setjum við hana yfir á hreint viskustykki. Viskustykki sígur í sig þessa auka olíu sem við viljum ekki fá. Bætum brauðraspi út á og smá svalt og pipar. Dreifum saxaðri steinselja á skurðarbrettið, svo veltum við kjötinu upp úr henni. Þegar við erum búin að þekja kjötið alveg í steinseljunni, færum við það yfir í röstikartöflunar. Nú notum við stykkið til þess að halda þessu saman og vefja kjötið inn í röstikartöflunar. Þetta lítur bara alveg glæsilega út. Það er mjög gott að bera þetta fram með rótargrænmeti. Ég er með kínahreðku og gulrót. Það er mjög þægilegt að elda rótargrænmeti. Maður getur sett það til dæmis bara í pönnu, látið vatn fljóta yfir, smá smjör út á, krydda með pínu sykri, pínu salti, svo bara lætur maður að sjóða og þegar vatnið er gufað upp, þá er það tilbúið. Þegar þið eru búin að setja kjötið inn í 200 gráðu heitan ofninn, þá takið það út á 2 til 3 mínútna fresti og látið það hvíla í minnst 5 mínútur. Þetta gerir það að verkum að kjötið hitnar mjög jafnt alveg inn í kjarna. Þannig að eldunartíminn er 6 til 8 mínútur. Þessi réttur er æðislegur ef maður vill degra aðeins við sig. Tilbúið. Lambakjöt. Náttúrulega gómsætt.